Já, góða kvöldið aftur. Nú erum við að rúlla af stað hérna aftur með Tier 2-deildina. Ef einhver er hérna sem var ekki að horfa á streymið sem var hérna rétt áðan, þá er þetta seinni keppni kvöldsins. Tier 3-deildin byrjar alltaf klukkan 8 og Tier 2-deildin klárar kvöldið. Við förum nú að fara á stað bara eftir smá. Ég heiti Guffi og við erum með ykkur eins og ávallt. Og Hannes er hérna ykkur staðar líka, er það ekki? Sælir. Blessaður. Þannig að nú er gaman að bera saman. Við sjáum nú strax að tíminn sem er komin á blað hérna er, núna í þessum æfingum sem eru bara búin að vera í hverja rúma 10 mínútur, er nú þegar búið að slá út hraðasta hringinn í Tier 3-keppninni áðan. Af öllu bílum að sé Audiinn. Og það er Audiinn, já. Diego er að... Hvaða tímatökur tíminn hjá Tier 3? Ég bara man það ekki. Hann var hægari heldur en hraðasti hringur í keppni, sko. Já. Og ég man ekki hvað það var 48 eitthvað. En þetta dimmið hérna í öðru og eftir Diego bara brotum eftir. Já. Eva hérna er, það er ekki haft að þeim. Hún er á góðum tíma en Dimmi og Diego eru, Já, Dimmi var búinn að byrjaði fyrstu 2 keppnirnar á tímabilinu á velunarpalli. Þannig að verið í 3. sæti í fyrstu 2 keppnum. Svo gekk honum ekki vel í rigningunni á Spa. En hann virðist alltaf að koma sterkur tilbaka núna. Diego, hann hefur nú verið hann hefur svona lagt þetta í vana sinna að setja besta tíman hérna í æfingunum fyrir tímatökunni. En hann er ekki alveg alltaf náð að fylgja eftir í tímatökunni. Nei, í tímatökunni. En þú ert að meina Diego vann Spa, sko? Hann vann Spa, já. Hann rústaði Spa. Hann var í öðru á Brats og var í 4. sæti og... Já. Það er 4., 2. og 1. sæti sem hann er búinn að ná. En hann er gífurlega öflugur. En það er með fyrsta annarsætið. Já. Ég var nú kalla hann mjög góðan að ná þessum tíma á Audi. Já. Er ekki besti bílinn í beinni línu. Nissanin hefur klárað vinning þar. En hann er greinilega bara að nýta styrkleikana vel. Hann er þá fljótað í gegnum beygjurnar og... Eva, hún er að bæta sig hún Eva hérna. Hvað er klukkan? Hún er 10 mínútur yfir, það eru 5 mínútur í tímatökur. Það byrja klukkan korter yfir 9. Við erum að vonast til þess að sleppa við pitbuginn, þeir sem hafi hort á Tier 2-keppninar hjá okkur, að þið kannist orðið vel við þetta leiðilega vandamál. Þetta er orðið fastur liður, það er að taka smá pitbug. Já, ég var eitthvað að lesa mig til daginn, ég var að aðtöku hvort það væri einhverja patentlausnir við þessu, en málið er að þegar maður býr til lobby þá virkar þetta sem svona eins og kallast peer-to-peer, þannig að það er í raun ekki bara nóg að sá sem er að hósta á lobbyið séu á góðri tengingu, það þurfi allir að vinna saman. Það er því að það eru allir aðrir í raun senda gögn fram og tilbaka á milli hvers annars. Það getur truflað aðra ökumenn. Já, þannig að það er nóg að sé ykkur einn á... Já, þannig að það er nóg að sé ykkur einn á slappri tengingu sem að getur orðið, valdið þessum pitbug til dæmis og Hilmar er að vonast, hann er landtengdur núna, hann var búinn að vera í einhverjum netvandamálum. Mögulega hefur það verið orsökin, kemur í ljós núna á eftir. En hann er tengdur með snúru núna og vonandi bara sleppum við af stað. Það er minni hluti keppna sem að það hefur gerst, þess að við höfum getað að byrja bara strax í fyrstu tilraun, það er alveg ótrúlegt. Klára ég að ringa Diego, það er ekki... Ég er ofurtími, en góðu tími. Það er allir komnir sem verða með, það eru 2 keppendur fjarverandi í kvöld. Axel er ekki í bænum, hann nær ekki að keyra í kvöld og Veigar nær heldur ekki að keyra í kvöld. Þannig að það eru verða 12 ágrið, það eru allir mættir hérna í lobby og út á braut sem að verða með í kvöld. Sjáum að Eva er búin að þrífa Nissanin sinn. Já, það var vel drulluður hérna.
Það er skemmtilegt touch og hún var með svona skítugt lifir í rigningunni. Komið við í Autocenter og fengið smá shiny á bílinn. Já, alltaf sé ekki nano keramik húðun og alla græður. Já. Þýðir ekkert annað. En það er svona fyrstu minnumst á Autocenter. Við erum ekki búin að nóga duglegir að sjáta á þetta sponsorinn okkar. Og það er þess að sjáðu kannski á flestum bílunum að þar eru merkingar með nokkrum íslensku fyrirtækjum. Það er meðal annars Autocenter sem að styrkja deildina okkar og gefa verðlaunagripi í Tier 2 deildinni og mjög vegleg verðlaun í Tier 1 fyrir efstu 3 sætin í lok tímabils og svo er það Tasty. Þeir voru fyrsti styrktaraðilinn okkar og þeir gefa máltíð fyrir 2 fyrir sigurvegara Tier 2 keppnarinnar og sigurvegara Tier 1 líka í hverri keppni sérsagt. Og svo er það Hafið, fiskverslun. Þeir gefa verðlaun í Tier 1 deildinni, þeir eru sérsagt fyrir hraðasta hring, þá færðu gjafabréf í Hafinu. Og svo að lokum nýjasti styrktaraðilinn sem er Antons Mamma Mia, veitingastæður í Keflavík, sem að gefur fyrir Ráspól í Tier 1. Þannig að það er orðið stór GTS Æsland fjölskyldan, ef við getum sagt svo. Bara þakka þessu aðilum vel fyrir þetta. Já, það er bara þakka þeim kærlega fyrir að... Hér er þetta skemmtilega að sé eitthvað til að spila fyrir. Já, það sé smá gulrót, það er alltaf skemmtilegra sko. Bara gaman að sjá líka áhuga að hafa áhuga á að vera með okkur í þessu. Þetta er líka verið. Aldrei var mikið að styrta það. Nei, þannig að ef það er einhverjum að hlusta. Bara fallegri með fleiri merki. Algjörlega. Tala nú ekki þegar Tier 1 er komin í sjónvarpið núna á Stöð 2. Já. Endalaust tækifæri. Það er vettvangur sko. Shameless plug, ef það er einhverjum að hlusta. Já. Herra, við förum að detta í tímatöku. Það er ekki umláttalega, það er náttúrulega orðin sum lið komið bara með sponsor á lið. Það er náttúrulega... Já. Eins og það er náttúrulega Autocenter lið í Tier 1. Já, Halli og Skúli. Þannig að það er alveg ýmsa leiðir til þess að styrkja deildina sko. Já. Það er allt hægt sko. Herri, ég ætla að henda þessu stað og vonum það besta. Það er enginn búinn að henda inn spár hérna tjatti hjá okkur. Nei. Fólk að biðja til tímatökunum kannski. Já, allir það ekki. Það er alltaf ákveðin taktík. Já, en ég ætla að henda í spá. Já. Ég ætla að henda í spá. Það er erfitt að segja. Ég langar að setja Inga einhvers staðar í topp 3 sko. Já. Ég ætla að henda Inga í 3. sæti. Ok. Dimma í 1. og Evu í 2. Dimmi, okay, Eva, okay. Ingi. Dimmi, Eva, Ingi. Heyrðu, það hrynja einn spár hérna. Ég ætla að tjekka það þegar ég er búinn að sjá. Þeir eru allir að sleppa út. Já, það er nokkur eftir að fara út. Það er nokkur eftir. Þannig fer ykkur út. Maggi fer út allavega. Já. Sjáum hvort að Bingo sleppi. Hann hefur stundum lent í því. Já, hann fer út. Hann fer út. Og er bara Biggi og... Bara Biggi eftir. Þetta virðist að... Hann hefur nú ekki verið vanur í... Hann hefur ekki lent í vandræðum áður. Þannig að mig grunar að LAN-snúrutengingin hjá honum Hilmari núna sé að laga þetta. Að hann hafi mögulega verið upprunni vandamálsins. Þeir eru Biggi fyrir á stað og það er allt í góðu. Geggjað, engin pitbug. Við erum konur með spár hérna í chatið. Illu í spár Eva, Diego, Dimmi. Hlynur spár Eva, Diego, Dimmi. Mattias segir bara hérna Valgeir nr. 1. Hann þarf ekki að spá í öðrum, Valgeir bara tekur þetta, segir hann. Hákon segir Eva, Ingi, Dimmi. Og Danni segir hérna ég, Eva, Dimmi. Já. Hann ætlar að taka... Já, hver er ég? Ég ætla að spá hérna líka. Ég ætla að segja í Diego. Ævar heitir hann víst, Ævar Diego.
Ég ætla að segja Diego og ég ætla að segja að TRB bræður bara eigi geggja game og það verið Ingi og Arnar. Ég ætla að vera djarfur hérna. Hver er þessi Hannes? Það góð spurning. Hannes spáði Dimmi Eva Ingi. Alright. Nú þetta svona skjálfest. Nú treystum við á einhvern veginn í spjallinu til að halda það utan á þetta. Ég alveg sem að Hlynur, hann skrifir þetta allt niður og Já, við bara útnöfnum hann hér neður, ritara spjallsins í kvöld. Heru, Eva, já, hún er fyrst út. Það er allavega Dimmi þetta frekar nálægt Inga í það lítur nú að teygast aðeins á þessu eftir. Þetta er tímatökur Ingur, hann er byrjaður. Já. Svo voru lengi að kveikja á þessu. Það voru svo lengi að fylgjast með hvort að Biggi færi rétt út, hann fór langt síðastur út og þá voru fremstu menn og kona búinn að klára. Dimmi getur náttúrulega grætt á þessu, Ingi er nú ekki hægur, Dimmi er góðu drafti hérna. Já, það er nú á svona brautum og þá er þetta er mikil taktík oft í þessum eins og þegar maður er að sjá. En þá er eiginlega næstu hringur samt ónýtust, þá er hann eiginlega komin ónálægt. Já. Þetta er svona góð taktík eitt hring. En það er líka alls að það í tímatökunum það í sjálfu sér. Ef þú nærð einum fullkomnum hring þá er það alls og þú þarft. Ég spái við sjáum tíma hérna undir 48 í tímatökunum. Já, það er ekkert ótrúlegt. Við vorum mjög nálægt í æfingunni. Svo hérna ég við klára fyrsta hringinn. Sleppum með að fannst að fara svolítið vítt. Já, það er ágætt að taka þröngt exit út. 8-9. Já, hún á nú. Ingi, skellir svo topp inn í bili. Já, þau eiga meir inni, við vitum það. Danni skellir sér á toppum. Danni, það er ekkert. Danni var náttúrulega búinn að spá sjálfan sig sigri, þannig að hann þarf að standa undir því. Þetta pressun á sjálfan sig, það er almennilegt sko. Já, þeir náttúrulega Við eigum eftir að sjá tímann að bætast þetta. Já. Dan og Biggi er á Aston. Astonin er góður hérna á þessari braut. Já. Þeir reyndar eru hérna Ingi og Arnar bræðurnir, Jaguarinn hann er góður hérna líka í beinni línu. Það er Monza braut sem reynir mikið á endarhraða, þar sem það er ekki marga beygir hérna. Biggi rúlar hérna í lokabeyginni. Þetta er ágætis tíma hjá honum. Þar er hann, 4. seti. Biggi, já. Það er bara, það er 300.000 frá 7. upp í 1. Já. Já, eiginlega frá 8. eiginlega. Nissanin er súper hérna líka, segir Hlynur. Og það er mikið rétt. Nissanin er mjög góður í beinni línu og reyndar getur verið góður á flestum stöðum þegar maður er búinn að ná góðu valda á hann, eins og Eva er nú búinn að gera, hún er búinn að keyra hann vel. Já. Ég var rúlaði í lokabeyginni, sá nú ekki neitt tímatökusæði hjá henni. Við elskum Nissanin mest, segir Hlynur. Það er spurning hvort að Eva sé samt ekki orðin sár út í því Hlynur fyrir að hafa skipt Nissaninum út fyrir BMW, fyrir eitthvað fjós. Arnar tekur og Ingi tekur sætið af Arnari. Það er hefði sko. Ég var nú búinn að spá TRB bræðurum hérna í... Ævar kemur hérna við línuna og setur rásból. Temporary rásból. Nei, ég hringdi í hana, segir Hlynur. Það er gott. Gott að þetta sé gert með allra samþykki, þessi bílaskipti. Eva er dottin alveg í 5. sæti. Hún þarf að fara að tækja á sko. Þetta eru töluvert hægari tímar heldur en við vorum að sjá í æfingunni bara hérna fyrir tímatökuna. Já. Getur verið smá nett stress í liði, þetta er það. Já. Þéttur og spennandi hópur að... Já, þetta er svona hópurinn er gífurlega jafn. Við sjáum það að það er niður í 8. sæti 0,7 sekúndur frá 1. Þetta er mikið viðbrigði frá hérna eins og fyrsta tímabili hjá okkur hérna í Tier 2. Þá var oftast alltaf afgerandi sigurveri hver einustu ketti.
Já. Þetta bara ekkert gefist í dag, sko. Nei, enga veginn. Það bara, þetta orðið núna bara í öllum deildum og ég held að muni jafnast enn frekar á næsta tímabili. Því maður sér það að hraðin allstaðar. Það eru mjög hraðir ökumir út allt hjá okkur. Þessi alveg menni allir skilið að koma upp í tægir 1, sko. Já. En verða bara að fara að passa sig þar sem er í tægir 1, sko. Já, við sáum það nú bara á Spa þegar Diego úr 10-2 og Stefán úr 10-3 og Kristján Einar sem að þó hann sé nýr í GTS þá hann svo sem ekkert nýr í þegar kemur að kapastri en þeir allir tókuð þriðja bætir tíman en færist ekkert sæti. Nei, Arnar og Ingi ég spáði Diego og Ingi og Arnar. Það er enginn að skella sér á nýta dekkin í lokin. Nei. Ekki með svoleiðis taktík. Menn ætla bara að nýta þetta. Maggi upp í 5. Eva er komin í 7. Já, ég ætla að koma með aukaspá. Ég ætla að spá Magga 5. sæti. Ég held að ég hef fengið fyrirboða hérna fyrir í kvöld. Ég tók eitt custom race á móti 12 til að æfa mig fyrir morgundaginn og þá var einhver ítalsku keppandi sem hét R.Maggi. og hann endaði í 5. sæti þannig ég ætla að spá Magga 5. sæti. Já. Þetta ég held að þetta sé eitthvað fyrirbúið, sko. Þetta er stefnir í Biggi í annað. Þetta er að vera svolítið juicy, sko. Já, ég held að það stefni hérna í hörku kapastur. Hún eiginlega, þeir sem byrja þeir nái heldur flestir allir að byrja annar hring. Og hvað gerir Eva? Hún er í 7, þetta er ekki staða sem maður er vanur að sjá hann í. Hún er yfirleitt maður sér hann yfirleitt í efstu 3 tímatökum. Hún verður nú bara alveg hún verður að gefa allt í næsta hring, sko. Já, hún er með auðabraut þannig að ég sá ekki millitíman hjá henni en Jón Ægir spyr hérna í chatinu hvernig er Audi í 1. sæti. Ég hvað kom mér óvart að sjá Audi en hann bara vera að jarða Nissananna og Jaguarin. Eva tekur pól 4.000 Þetta er svakalegt. Og Danni. Hvað gerir Diego? Danni kominn á pól. Þetta er rosalegt. Shit. Nei, Diego bætir ekki tíma sinn en er að byrja næsta hring. Þetta er svakalegt. Hvílík veisla, maður. Við erum að tala innan við halva sekúndu niður í 7. Nei, býtu. Við þurfum að fara niður í 9. sæti til að fara yfir sekúndun og það er 0,6 sekúndur frá 1. niður í 8. Þetta er svo bara galið. milli stakara manna er bara engin tími, sko, og þarf bara lítið að bæta þig til þess að lyfta þér upp. Sjáum að Eva er 4.000 fyrir framan Diego. 1,5 tíundi milli Arnars og Evi og Danni með halvum Ekki fyrstu til að klára tímatökuna, bætir tíma sinn en er í 5. sæti. Þetta er svakalega. Þegar við sögum að vera útlitt fyrir hörku kapastur og við vorum ekki að íkja með það. Næstur í mark er Dotti, næstur yfir línuna. Og eftir það er Valkis og svo er Eva. 12. og 9. sæti næst yfir línuna. Sjá hvort það sé að bæta sig eitthvað. Fylgist með Dotta hérna. Kemur á þetta reddast Audiinum. Sagði ég dimmi, meinti Danni, segir Hákon. Já. Nei, þetta er skjálfest. Hlynur er búinn að skrá þetta allt niður, sko. Bæti sig. Dotti bæti sig, hann dugar ekki til. Eva næst yfir línuna. Nei, Arnar næstur yfir línuna. Hvað gerir Arnars? Hvað gerir Arnar? Bæti sig ekki. Eva bæti sig ekki. Er Danni að fara að taka? Nei, Dimmi tekur pól. Dimmi tekur áspól. Ævar hérna sjóðandi heitur í lokabeginni. Hörku tíma. Þetta er þriðja Þetta er rosalegt, maður. Við erum að tala 1/100 segi ég, frá 1. til 4. Ef þetta er það sem er að koma í keppninni þá bara spennið beltið. Já, við þurftum eiginlega að vera með svona multiscreen að geta sýnt frá 4 keppendum í einu eitthvað, þá ættir að vera svo mikið að gerast. Þannig ég ætla að biðjast fyrir afsökunar ef ég missa ykkur aksjóni því ég held að það sé bara
það sé bara að fara að gerast. Það er alltaf mikið í gangi. Það liggur við að ég þurfti bara að vera með strími mitt í gangi líka, sko, til þess að vera á fleiri stöðum. Þetta er loka staða. Dimmi á Ráspól, Danni annar. Þetta er skráð í stein hjá nágrannanum í næsta garði, segir Hlynur. Hann hefur farið út með hamar og meitil og nellt þetta niður. Sterkur Ráspólli á Dimma. Já, mjög. 48-1. Ráspóllin hraðari heldur en hraðasti hringur í Tier 3 áðan. Ég hugsaði bara að Ráspóllin áðan hefur bara skilað sér í 5. eða 7. sæti. Já. Þetta er svakalega hraða á mönnum. McManly Gaming, I support Rich Energy, segir hann. Þetta er væntanlega kaninn sem að Hilmar var að skrá inn. Sjáum hvað gerist. Þá er þetta allt komið á stað. Náðu þið draftinu. Fer öll halar ofan á stað. Hoppa hérna inn og út. Þú breytir sjónahotn. Þá er að sjá hvort að fyrsta beygjan. Danni sækir alveg hratt á hann. Hvort það sé ekki allir bara... Fyrsta beygja. Það er allt eins og smurt. Bingo, Bjartur og Valgeir aðeins trading paints hérna. En allt í góðu gamni. Meðan er Danni alveg hérna pressar á hann. Reyna að koma sér inn að verði. Danni og Dimmi hérna. Ég ekkert eftir. Nei. Diego reynir að stinga sér hérna. Hvort hann hefði bremsað bara aðeins og sent mögulega. En þetta er vel ekki hjá þeim öllum. Áglögga. Dimmið er að náða að slíta sér út draftinu. Já, hann er búinn að slíta draftið, sekúnda núna. Og Danni náttúrulega þarf að fara á áhyggjur af bara allir í súpunni fyrir aftan sig. Já, nú er bara bílalest. Það verður bara spurning. Það er náttúrulega erfitt fyrir næstu menn að sækja. Það er náttúrulega allir með draftið á Danna. Já, og Danni greiðir núna þarf að... Átíðin náttúrulega. Já, Danni breiður sér í gerfi lestarstjóra. En hann vill nú væntanlega reyna að slíta sér frá til að geta sótt á Dimma. Dimmi náttúrulega bara nýtir sér það að í rauninni allir fyrir aftan hann eru í einum hnapp. Og er komin inn í rúmlega tæplega 1,5. Eva er alveg hérna bara... Já. Er hann að skjóta sér? Nei. Arnar fyrir ekkar vítt. Grunar að Eva nái þessu hérna, eða hvað? Nei. Það er bara hérna... Já, það er dragreis á milli hérna, ég veit ekki hvað er þetta, 5 bílar? 6? Þetta er bara allir í einum hnapp hérna. Diego og Eva alveg eru hlið við hlið. Það er verið stiltur á Danna og horfa aftur fyrir sig, sér maður þetta allt saman. Hérna kemur fyrsta beygjan. Arnar tekur annað sætið, en Danni með innri línuna í seinni hlutan. Arnar komin í annað, Danni í 3., Diego 4., Eva 5., Biggi 7., Ingi dotnir í 7. Þetta er svaðalegt. Sterkur leikur í Arnari. Það er eitthvað gert hjá Inga sem dottir niður í 7. Já, við höfum mistað því. Biggi misti bremsupunktinn, flýgur út af. Biggi hefur gleymt í að bremsa áður. Hann var resettaður inn síðis mér. Bjargaði sér samt að hann var næstu bara að lenda aftan á Evu. Já, það var nú betra að víkja og fara út fyrir. Diego út í sand. Tæpur út í vegg, nei. Nú kemur Ingi nýtir sér þetta. Þetta var skellur bókstaflega fyrir Diego. Dottinn í 7. sæti. Ég var hérna alveg... Arnar, Danni og Eva eru hérna, meðan Dimmi er bara... Hann er bara í auðvitað sjó og getur keypt sitt reis. Já. Hún er náttúrulega Eva að reyna að ná Danna, en Danni með draftið og Arnar og er erfitt að sækja. Þetta er svakalega gott og Danni bremsaði greinilega heldur seint. Þetta er bara endurkvæmtið að Þetta er svakalega gott múf og bara vel keyrt hjá þeim þrem þarna á þessum hraða öll saman. Maggi að taka hérna Ævar. Já, Maggi konið 7. en ég ætla að fylgjast með hvernig þau eru 3 wide hérna inn í fyrstu beygju. Þetta er aldrei að fara enda vel, eða hvað.
Tæft. Ég verð nú að hrósa þeim fyrir þetta. Ég átti von á einhverju stórslysi. Þau fóru 3 wide. Eva næli sér í 1,5 sekúndu í penalty. Arnar líka. Þannig að nú Danni ennþá miðjan í þessari samloku en Eva og Arnar hafa skipt um stöðu. Og nú Eva komin í annarsæti og nú bara 1-2 fyrir Fríð og Dýrið sem Dimmi og Eva eru liðsfélagar. Dimmi bara stungin af, 3 sekúndur. Það búið að vera svo rosalega mikill slagur hérna bara frá öðru sæti og niður. Hann hefur bara auða braut og getur bara brunað áfram. Nú Danni... Missir draftið í burtu. Þannig að þá Eva sloppinn, þá alltaf Arnar mættur. Hann missir draftið frá Evu en Arnar í draftinu á honum. Nú þarf Danni að passa sig. Þetta lítur vel út fyrir Evu, hún náttúrulega getur nú hún í stöðu þar sem henni líður best. Maggi út af, Eko hýrði sætið sitt aftur. Maggi missir Valgeir, Valgeir kom upp í 7. Hvað Maggi? Maggi dottir 9. Akkur get ég ekki farið á Magga? 9, þarna? Hann að missa hérna Dotta fram á sér. Það ætti nú að halda þessu. Hvert þessu kona að fara, segir Jón. Hörru, já, Eva eins og mig grunaði að auka bara bilið í 3. og 4. Arnar, einu línuna núna. Danni Ingi komin upp í 5. sæti, hann hefur náð að vinna sér vel upp og að sækja á það hérna. Ingi mættur og meðan Danni bestu bróður hans þá hann að nálgast mjög hratt. Þetta voru rosalegi fyrstu hringi maður. Þetta var svakalegt. Og eins og staðan núna, já, það hefur aldrei náðast 1-2 niðurstaða í liðakeppninni í Tier 2. Nei, ég held ekki. Ef Eva og Dimmi keyra steady til enda þá gætu við sé fram á það hér en Arnar er líka að sækja á Evu. Hann búinn að minnka bilið þarna tæplega hálfa sekundu. Og það áfram hvílíkur pakki hérna 3., 4., 5., 7. Ævar bara að sækja í sig veðrið aftur og ætlar svo að koma sér upp í. Já, það var nú heppin að það sé ekki heavy damage á í Tier 2, þá hefði hann þurft að taka pistoff til að gera við. Líka fjólumblá tíma hérna hann Ævar. Já. Þetta var dýrt hjá honum. Hann fór hann út í sandinn og spinnaði síðan á vegginn hinum megin. En það nú eftir og það er það mikill slagur fyrir framan hann. Hann á alveg að geta með við það pace sem hann á og þá ætti hann að vera komin í þennan slag. Heyrðu, Danni og Arnar. Já, það eru samsíðað hérna. Danni er ekkert að gefa eftir. Og í draftinu hjá Arnari núna. Hvað gera þeir? Þetta var rosalega góðir hérna hringir fyrir Evu, alltaf þessi fyrstu hringir. Vinna svo upp úr, var hann ekki 5. sæti? Jú, var hann ekki 5. Hún náði að pikkað út einn af einum og hún lögði kost upp í annað sæti og þá náði hún að bara tjekka sig út. Já, Ingi. Það slagur hérna milli. Það eiginlega að vinna saman þessi bræður eða það ætlar ekki að missa Danna í burtu líka, sko. Já, það spurning hvort þeir séu í party chat, hvort þeir séu eitthvað radio communication hjá þeim. Það séu team orders eða menn séu bara að reysa. Já, Dimmi á 3,4 undan Evu. Helst alveg sama bíl. Já, Danni næri aðeins að anda léttar núna, hann er búinn að slíta draftið. Arnar er ekki lengur í draftinu. En Ævar er komin í draft og eftir bræðrunum, en hann er ekkert að fara. Já. Hann ætlar ekkert að bíða með þetta og hann er að bæta hraðasta hringinn hérna 0,7 á fyrsta sektor. Nei, á sektor 2, nei. Það fór það. Það er svo fljótur á gjöfinu þarna. Með drullu skítu og griplu stekk núna. Maggi spinnar hérna í bakgrunnum.
Maggi út í vegg. Það er allt að gerast hérna. Maggi ætlar ekki að taka 5. sætið eins og fyrirbúðin var búinn að spá. Og nú er Doddi að koma hérna hart í bakið á Magga. Liðsfélagarnir komnir saman hérna, Diego og Hilmar. Það sjá, hver eru þeir? Já. Er Hilmar að taka fram úr? Já, Hilmar, Hilmar er með innlínuna. Þetta voru dýr 2 mistök sem hann er búinn að gera hérna. Já, Ævar. Já. Hilmar reynir ekki á þetta. Sagði Hilmar. Já, hann Ævar Diego. Valgeir er búinn að gera fínu hluti. Hann er komin upp í 7. sæti. Hvar resti hann? Hann er búinn að nýta sér það að menn eru búinn að vera að gera mistök. Ingi og Arnar er ennþá hérna í 3-4 og Danni er búinn að búið að teygjast hérna á efstu 3. Það er svona svipað bil á efstu 3. Já. Eva er aðeins búinn að sækja á dimma en ekki mikið. Og Eva er komið hraðasta hringleika. Já, 48-3. Hlynur segir hérna hver veit nema næsta sísón verið nýtt lið í tier 1, Fríða viðhaldið og dýrið. Já. Það verður spennandi að sjá. Það verður spennandi tímatökur í sumar laus sæti í tier 1. Já. Og það getur verið hörð barátta. Vonandi að verði bara nóg margir sem takið þátt í því. Fyrir þetta tímabil, það voru svo fáir sem tóku þátt í tier 1 tímatökunni. Hvort að allir er ekkert allir sem að við viljum hvetja þessar hröðustu ökumenn að koma upp í tier 1. Já, sjálfsögðu. Það er þó þetta sé, það sem er grunar helst er að ég veit að það eru sumir sem að voru ekki alveg kannski tilbúinir í það að skuldbinda sig í því tímabilið í tier 1 náttúrulega er alveg 8-9 mánuðir. Við byrjum á haustin og klárum á vori, þannig að þetta er bara í rauninni eins og formúlan í rauninni, það er bara þetta er bara vertíð. Langar keppnir og svoleiðis en já, þetta er algjörlega og ég einmitt ef ykkur horfir á þetta eftir á eða ef ykkur úr 10-3 er að horfa núna ég bara hvet sem flesta til þess að taka þátt í tímatökum sem að muni verða einhvern tímann væntanlega seint í sumar þar sem að verða þá slegist opin pláss í bæði tier 1 og í tier 2 þannig að þeir sem ná ekki inn í tier 1 geta alltaf reynt í tier 2 þá líka. Þeir eru Ingi, bræðurnir eru ennþá að berjast þetta bræður. Já, það er greinilega engin tímorders í gangi hjá TLB Racing. Og Danni fyrir vikið búinn að, já, hann og Arnar voru bara í miklum slag áðan en þetta er orðnar rúmar 2 sekúndur. Þeir eru að setja góða hringtíma sko, þannig að eftirlega fara að vinna meira saman sko. Já, taka smá bömpdraft á beinuköflunum. Það er að gerast hérna á toppnum, það er allt óbreytt. Dimmi búinn að setja hraðasta hring núna, 48-2. Biggi er að sækja hérna á Valgeir, hann er að reyna að vinna svo upp eftir mistökin á hann. Já, Biggi náttúrulega tapaði hauga tíma, hann bremsaði alltaf seint og þurfti að vera að taka Valgeir hérna. Jó, mér sýnist það nú með innri línuna og er síðan á hraðari bíl og þetta er komið hjá Bigga, komin upp í 7. Og Valgeir fyrir vikið niður í 7. Bingo Bjartur þar á eftir honum í 8. 3 sekúndum og eftir. Býtu Ævar komin niður í 9. Er ég að rugla eða hefur hann gert eitthvað önnur mistök? Já, var 9. á hann. Var 9. á hann? Við vorum samsíða hérna liðsfélagarnir á hann. Já, alveg rétt. Það var rétt sér. Þeir eru hérna, það voru smá barátta hjá Bigga og Valgeir hérna í fyrstu beygju. Biggi heldur því. Já, Biggi heldur. Ingi er komið fram úr Arnari. Jæja. Það hefur verið liðskipun þar. Er þetta komið 2 sekúndur refsingu að Arnar? Já. Mér sýndist nú Ingi vera ögn hraðari. Hann var að gera sem mjög líklega til þess að fara fram úr Arnari. Og enda sjáum við það að hann er búinn að skilja sig frá Arnari bara strax. Og þá var spurningin, nær hann að við erum að detta í
seinni hálfleik núna, þeir eru á 8. hring af 16 og nú er bara að sjá hvort að Ingi nái að éta bilið upp í Danna. 3,2, það er sama bil milli Evu og Danna, en Dimmið er búinn að ná að slíta sig meira í sundur. Já. Dimmið er að gera mjög góðu hraða, sko. Gera virkilega flottu tíma, sko. Já, hann er að gera virkilega góða hluti hérna í kvöld og greinilega mætt alveg staðráðinn í því að gera betur en síðast. Ég man ekki hvað hann endaði en hann var ekki að finna sig í rigningunni. Það eru Biggi setur hraðasta hring 48.0. Það var í síðasta hringi. Hann er að klára á næsta hring. Já. Við höfum mist alveg þessu. Við erum ekki bara þetta með 3,6 sekundur í penalty núna. Við þurfum að vera með einhverja analista í krúi hérna. Já. Verst að komast ekki fleiri inn í lobbyin. Hilmar er dottinn í 11. Maggi er komið fram á honum. Maggi, já. Hilmar nú hann bara rétt og eftir honum. Hilmar svara fyrir sig. Korvettan er sterkari í beinni línu en Hilmar með draftið. Nær ekki að það var aðeins og langt frá til þess að reyna. Og ég er einhvers staðar. Dimmið komið 4,2 hérna. Hann bara er að fjarlægast. Góðu peysi. Óberið í tímar á milli Danna og Inga. Bingo Bjartur er að sækja á Valgeir. Valgeir aðeins að detta niður. Hann var komin upp í 7. sæti hérna rétt áðan. Misti Bigga fram á sér og nú lítur út fyrir að Bingo fara að gera allega á honum. Þetta er flottur akstur hjá Danna. Já. Hann er ekki hver hans besti árangur var. En nú með þetta, það er 12 stig. Það eru, hvaða sæti er það? Það er bara 7. sæti. Það er 7. sæti, eða ekki? Já. Það náðu nú að Spa síðast. Já. Ég ætla að skoða hérna á síðunni, þá erum við með Danni. Ég hvort að þetta stefnir í fyrsta pótinu hjá Danna, hefur hann? Já, ég var einmitt að tjekka á því. Ég er að skoða hérna loka niðurstöðuna á vetrartímabilinu og Danni var með eitt pódium á vetrartímabilinu sem var sem sagt frá haust og fram á jólum. Já, ok. Þannig að hann hefur náð ráðsporinu. Þetta myndi vera náttúrulega hans besta niðurstöða á vortímabili. Já. Sjá. Ingi hann er aðeins búinn að saxa á Danna. Það er farin hérna hálf sekúnda eða svo. Já, hann Ævar er að ná hérna Bingo og Valgeiri. Úff er aðeins aftan á. Klippum það. Já, þetta er ekki búið að vera reysið sem að Ævar hefur lagt upp með. Nei. Þetta mun vera slæmt fyrir með við það að Eva er í öðru sæti og hann og Eva eru í helstu baráttunni um fyrsta og annað sæti. Þá er þetta svolítið mikið högg fyrir Diego en hann eru á vortímabilinu eru 9 keppnir. Það voru 8 keppnir á vetrartímabili en það er samt áfram 7 bestu sem gilda. Þannig að það eru í raun 2 verstu úrslit hvers og eins á vortímabilinu verða í raun ekki gildi stiga. Það eru 7 bestu keppninar af 9 sem að gilda til stiga í lok tímabils. Þannig að það maður hefur efni á því að gera mistök og eiga slæma keppnir þó að sjálfsögðu maður vilja alltaf enda eins ofalega og maður getur. Já. En mögulega mun þetta vera keppni sem að frípassarnir gleypa fyrir Diego. En það er nú ennþá 6 hringir eftir. Já, 7 hringir, þeir eru á 10. Það getur allt gerst hérna. Það eru Hilmar. Það er við dekkjarstöðun að þeir eru nú bara góðum málum, Dimmi og Eva. Já. Sjáum, Hilmar hefur lent í einhverjum vandræðum. Hann er komin í síðasta sæti. Það er gerst á þessu hring bara. Hann er ekki búinn að vera að finna peysi í þessari keppni. Hann var á verðlaunapalli á Spa í síðustu keppni, stóð sig virkilega vel. Hans fyrsti verðlaunapallur. Hann er ekki alveg að finna sig hérna á Monza, hann er ekki búinn að koma sér undir 1.50 ennþá. Hann er hérna í slag, það er áti í slagur hérna 11. og 12. Spurning hvort að sýnist nú að Hilmar getur haft þetta í draftinu. Keyrir með hasarljósin á. Er með innlínuna. Ævar komið fram úr Valgeiri.
Sjá, Hilmar, nei, Hilmar reynir ekki á þetta. En hann að pressa á Dodda. Óbreytt bíl ennþá, því að Danni búinn að auka aðeins bílið milli í Jan Inga. Já, og hann búinn að missa Evu lengra frá sér í þessu. Já. Eva að finna gott pace, búinn að vera góður hraða síðustu hringi. Já, hún að keyra mjög það er hann engin nálægt þess að besta laptami hjá honum Bigga, sko. Nei, Biggi, hann var komið með eitt hraðasta hring. Já, hann á því á Fuji. Já, það var þetta á vetratímabilinu. Já, það var vetratímabilinu, alveg rétt. Það er ennþá 5 sekúndur frá Bigga upp í Arnar og þeir eru nú að keyra á svipuðu pace. Þannig að það er ólíklegt að Biggi ná að vinna það upp nema þeir gera ykkur mistök, en þeir mega eiga það bræðurnir hérna í TRB að það er svona verið svolítið þeirra aðalsmerki að þeir keyra almennt mjög konsistent. Já. Eru konsistentli að skila góðum stígum í hverju keppni. En svo á vetratímabilinu þá minnum við að Arnar hafi aldrei endað undir 5. sæti. Ég held að Ingi hafi verið í einhvern svipuðum gír, sko. Þannig að þeir eru... Þetta verða mjög close barátta liðakeppnin á vetratímabilinu. Já. Sigurður segir að fæst rými ekki til að virka almennilega nema 144p, annars fer það bara í lag. Það hlýtur þá að vera eitthvað þeim megin, því ég er með allt í gangi hjá mér hérna í 1080p. Vandræðalaust. 1080-60. Þannig að það hlýtur að vera eitthvað þín megin, Sigurður minn. Þú eru svo sem ekki að fara með að hvað það er. Slökk á stríminu og kveikja aftur. Já, það er 1080 komið, segir hann. Þetta. En það virðist vera allir orðinni sáttum með sætisitti allavega í topp 4. Það er ekkert. Já, það er engin almennilegur slagur á brautin akkurat núna. Helsta Ingi tækja á Danna, það er svona... Hilmar hefur komist upp fyrir. Já, Hilmar hefur náð að taka fram á Dodda, þannig að Hilmar er komin upp í 11. En það er annars bara, já... Diego er að sækja eins á bingo og... Annars er þetta bara 2-3-4 sekundur hérna á milli allra. Þannig að við þurfum bara að vonast til þess að þetta hefur nú oft verið svona að það komið ákveðin svona pattstaða og svo síðustu hringina þá skellur allt í gang. Það væri gaman að fá smá action hérna í síðustu hringina. Og sé bara alveg búið eftir tímatökum, sko, fyrstu hringi, sko. Já. Og þeir heldur vítt að bingo. Það er góður rönnin og... Inginn er samt búinn að minnka bilið í Danna. Þetta voru 3 sekundur þetta rétt áðan, þetta er 1,8 núna. Já, ok, það voru 2,5 bara hérna í byrjun hringsins, sko, hann er bara að sækja það vel á hann. Þannig Ingi er komin í En Ævar er flugilinn. komin í draftið á bingo, Ingólfi. Hérna getum við farið að sjá eitthvað slag. Ævar að vísu með smá penalty á sig, en hann ætti nú að ná að vinna það niður. Já. Vonum við, allavega. Það er náttúrulega hugsanlega erfitt fyrir átíðin að vera taka fram úr á beinuga, það er semst... Já, þó hann sé í draftinu, þá hann er með svo rosalega endaraða. Já. Korvettin er sterk í... Hún er sterk í beinni línu, sko. Bílið ennþá 1,8 hjá Danna og Inga. Það verður nú gaman að fá 5 slagum. sekundur upp í Evu, Það lítur vel út fyrir liðið Fríða og Dýrið sem eru Eva og Dimmi. Ingólfur fór hérna aðeins út í sandinn sem því að Diego siglir hérna upp í 7. sæti vandræðalaust. Aðeins auðveldar að taka fram úr svona heldur en að þurfa að reyna að hafa korvettan á beinuköflunum. Sjáum það er að skafa aðeins að penaltíinu. Já, setti sinn hraðasta hring í síðasta hring, en hann er on a mission hérna. Biggi er næstur, en það eru 4 sekundur. Og það er ekki nema 3 hringir eftir þegar þessi klárast og þeir eru að klára þennan hring hérna. Þannig að það er nú hæpið nema Biggi gerir ykkur glóríur. Sjáum hvað er að gerast hérna framar. Það er óbreytt bíl á milli 3. og 4. hjá Bigga og Danna.
Ævar náði að slíta hann út draftinu fyrir ráskaflan, þannig að hann ætti að sleppa með þetta núna. Hann ætti að vera Og hann sækir nú hratt á hann strax, en dugar ekki. Nei, ég held að Diego sé komið með þetta. Hefur núna 3 hringi til að sækja. Það þarf að taka sekundu á hring á Bigga að vera allar að reyna að ná honum. Já, það getur reynst þrautin þyngri ef að Biggi keyrir konsistent. Biggi hefur oftast verið á 49 eitthvað, sko, þannig að Já, hann er með 3 sekundir refsingu að hann Biggi, sko, þannig að það er allt opið. Þetta er ekkert búið, sko. já, Biggi, já, vá. Hann er með tæplega 4 sekundur. 3,8. Eins og staðinu núna þá er, já, Diego að vísa ennþá sjálfur með smá penalty, en Bingo fór aftur hann út í sand. Það er alltaf hættulegt og aftur út í sand. Bílflög. Hvað sér ég? Nei, ég var hérna á Bigga að horfa aftur fyrir mig og sá ég gulan Já. kóru þetta fljú út í sand. Já, það var hann Bingo. Hann fór út í sand og fór svo aftur út í sand. Hann ætlar að dekki var hann í skítugu. Það er svo hættulegt þegar maður fer út í sandinu. Vel slitinn dekkin hjá Bigga eins og annarlega, hann er driftari, sko. Já, Biggi böðull. Við þurfum að kalla hann það bara heldur. Hann er algjör dekkjaböðull. Þetta er ekkert búið milli Ævars og Bigga, sko. Nei, enga veginn. Penaltíin er að hleypa nýri viti í þetta hérna. Biggi gæti tapa sætinu sín á penaltíin. Það er svo lítil tím eftir og hann... Þetta er ekki það mikið bil. Nei. Já. Það er eiginlega svona helstu sæti sem eru... Ég efast að bræðurnir fara að berjast eitthvað. Já. Það eru það er ennþá 1,8 milli Danna og Inga. Já, það var komið aftur í rétt rúma 2 áðan, þannig að þetta er svona... bara á svipuðu róli. Ég virðist vera svo eini sem er að fara að spá réttu sigurvera hérna í kvöld. Já. Það var engin annar sem þorði að spá dimma sigur, held ég. Ég held að það var engin. Ég hef rétt fyrir mér. En það er engin þá með rétt að spá samt. Með Danna í 3. sæti. Það er ekki nema engin á að skella sér upp í 3. Já. Sjá. Já, það hafa meiri trú að Danna. Nei, heyrðu. Ævar hefur verið heldur æstur. Hann er allt í hennu komið 4 sekundur í penalty. Úff. Þannig að þeir eru báðir hérna, þeir eru samanlagt með tæplega 8 sekundur í penalty. Þetta er ekki bara 1,5 hringar eftir. 7,5. Þannig eins og staðan er núna, þá lítur þetta vel út fyrir Bigga að halda 7. sætinu. Það leit ekki vel út fyrir hann bara fyrir svona hálfum hring síðan. Snýst bara eiginlega hvorn ára að skila sér með minna penalty í mark. En hann er samt búin að minnka bíli töluvert, sko. Hann er að taka sekúndu að hringa á hann, sko. Já. Þetta er eitthvað áhugavert hérna. Danni er já, þetta er náttúrulega félagið hans. Danni er hérna í spjallinu. Kannski var mín spá 3-2-1. Já. Danni er komið með ritara hérna til að tjá sig fyrir sína hönd í YouTube-spjallinu. Og Sigurður segir hérna, ég spá... Það var ég að detti ný spá, glæni spá. Já, Sigurður er náttúrulega kom inn í strímið hérna bara rétt áðan og hann segist núna alltaf spá dimma Evu Danna. Það er ekki hárstuðull af því, ég held að sé 0,8. Það er að borga með þessu. Já, kemur út í tapið saman hvernig. En það er síðasti hringur byrjaður og Dimmi heldur áfram bara... Dimmi er bara búin að leiða frá upphæðu, þetta er bara alveg clean. Þetta er clean, þetta er bara Grand Slam. Það þyrfti að ná í hraðasta hringi. Já, reyndar. Bara Grand. Þetta er bara slam, ekki Grand Slam. Það þarf að ná hraðasta hring. Fyrir þá sem, ef ykkur sem er ekki inn í lingóinu, þá er Grand Slam að ná ráspól, leiða hvern einasta hring í keppninni og ná hraðasta hring. Þannig að hún vantar bara hraðasta hringinn, spurning hvort það náði því, hann er hæpið á þessum dekkjum. Þess að sjáum við þá er Ævar með 3,6 í penalty sem verða þá 4 sekúndur. Já. Og Bingo er 5,5 á eftir, þannig að hann máttur ekki miklu muna. Það er bara þessi smá mistök sem Bingo gerði á hann og hann kannski náði að græða sæti ef hann ekki fara út í sandinni þá. Stöðlinn -3 á Betsson, segir Sigurður. Hérna sjáum við hann að
fagra svarta Nissan. Eða, ef ekki kalla þetta Nissan, hefur ekki verið að kurteisir. Já, Fljúga yfir áslunum. Dimmi næli sér í sem fyrsta sigur, virkilega vel gert. Nissan 1-2, liðsfélagarnir fara út hérna með fullt úr stiga. Danni, Glæsilegt þriðasetti. já, virkilega vel gert. Ingi fjórða. Ingi fjórða ekki langt undan. Arnar bróðir í 5. sæti. Þannig að það hefur verið 3 lið efstu 6 sætan. Já, Þessi Biggi og Danni eru saman í liði. það er rétt. Hérna er Diego í ykkur snúningum. Já, hann tekur tók smá- snúning í mark. Tók smá style points yfir finnislænið. Bingo kemur í mark 8. Valgeir 9. Maggi er að rúlla í mark hérna í 10. sæti. Hann tekur því rólega hérna. Já, hann er komin í mark, tjók. Hilmar er að koma í mark í 11. sæti. Var ekki alveg að finna sig í þessari keppni. Tekur hérna smá style points líka. Og Doddi er að klára hérna loka beygina. Doddi pitta, hann á glæni úr dekkjum. Já, hann er kannski ætlaði að reyna við hraðasta hring. Hugsanlega. Það setti allavega sinn hraðasta hring. Já, sem besti hringur allavega hann í lokin. Já. En þetta er bara vel glæsilegt. Já, þetta var flott keppni. Þó að dró vel úr spennunni eftir bara 3 hringiðin. Já, þetta voru svona, fyrstu 4-5 hringirni voru ansi pakkaðir. Og svo fór aðeins að tegjast úr hópnum og fengu nú enga almennilega spennu hérna í lokin. En flott keppni samt sem áður og óskum Dimma innilega til hamingju með sinn fyrsta sigur. Þetta var aldrei í hættu, keyrði þetta bara steady frá fyrsta hring. Eva gerði mjög gott reis líka og resti í 5. sæti og náði að vinna sig upp, tók það út einn eftir öðrum og leið hún komst upp í annað sæti að þá bara tjekka hann sig út frá restinni. Danni mjög flottur í 3. sæti, spáði sjálfum sér sigri en hann verður nú að hrósa nú fyrir 3. sætið, mjög vel gert hjá honum. Þannig að bara til lukku veluna Palls keppendur og Stórglæsilegt. já, heldur betur. Og engin pitbug, keppnin er búin fyrir 10. Það er reis á morgun sem við hvetjum allir til að horfa á. Já, Það er einmitt sem við erum að fá upp á skrínið núna. Það er update í Gran Turismo í nótt, þannig að það verður ekki eitthvað vesinn á morgun. Nei, ef þið 10-1 hérna sem eruð að horfa, passið að kveika tölunni tímalega á morgun. Já. Og annars lag, þið sem eruð að horfa, meðan það er ennþá ykkur hérna á stríminu, þá er eins og vanalega, þá er 10-1 annað kvöld og hérna í beinni útsendingu hér á YouTube og á Stöð 2 e-sport eins og vanalega. Og við að sjálfsögðu viljum að þið horfið á okkur á Stöð 2 og hjálpa okkur að fá áhorf þar. En mjög sniðugt að vera samt með YouTube í gangi á símanum eða eitthvað til að geta tekið þátt í spjallinu. Og þegar Danni og Biggi sem að sjá útsendingarnar, þeir fylgjast með spjallinu og ræða við mann og annan. Þannig að endilega fylgjast með okkur þar. Það verður keyrt á sömu braut en við erum að fara að keyra á grúp 1 bílum sem eru í raun LMP1 bílar, alveg manns prototípur. Þannig að það verður tölvöld meiri hraði. Það verður svona 2 típur á brautinu sem bara. Það verður Toyota móti Porsche. Já, hvað er ekki 2 Porsche og rest Toyota? Nei, það er allavega 3 Porschar. Það eru 3. Nei, það eru 4 Porschar. Það er allavega Bíkomenn eru á Porsche. Bíkomenn og það er Rabofans og hann Kjassi. Já, jú, held að sé rétt þeir. Desjust, þeir mættur, það er hann Aron. Góða keppni segir hann, sjáumst á morgun. Treystum því að Aron fylgist með okkur hérna á morgun. Hvetji mig áfram, er það ekki Aron? Bíko breytir segir Jón hérna. Heyrðu, glæsilegt, þá ætla ég bara að segja þessar útsendingu lokið. Takk allir fyrir að fylgjast hérna með okkur og vera með okkur í spjallinu. Og takk Hannes fyrir að vera með mér eins og alltaf hérna í þessum þriðjudags streamum. Bara forréttindi. Við bara sjáumst síðan á braut á morgun. Já, takk fyrir kvöldi. Heyrðu, sömuleiðis, takk í kvöld.